Ályktunartillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna, Pírata og Framsóknar og flugvallavinna griðasvæði hvala eða hvalaskoðunarsvæði í Faxaflóa og til máls tekur hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér að ræða ítrekun á fyrri áskorun sem borgarstjórn stóð sameiginlega að stækka griðasvæði hvala, hvalaskoðunarsvæði í Faxaflóa. Það var lítil viðbrögð fengist við fyrri áskorun, annað en það að sjávar- og landbúnaðarráðuneytið sendi afrita fréttatilkynningu af vefsíðu sinni sem svar við þessari áskorun þegar kallað var eftir gögnum hana. Það er óásættanlegt því að þarna undir auðvitað gríðarlega miklir hagsmunir íslenskra ferðaþjónustu. Við vitum auðvitað öll sem erum í þessum sal að uppbygging hvalaskoðunarfyrirtækja við gömlu höfnina hefur styrkt og eflt fyrirtæki og mannlíf á svæðinu og þúsundir og tugþúsundir ferðamanna leggja leið sína á svæðið og njóta afþreyingar og þjónustu með tilheyrandi tekjuauka fyrir þjónustuaðila og höfnina. Nú hafa samtök aðila í ferðaþjónustu verið að efna til umræðu þessi mál aftur og fyllsta ástæða fyrir borgarstjórn til þess að ítreka skoðun sína og þess vegna þessi ályktunartillaga lögð hér fram. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Göngum til atkvæða tillöguna. Þau sem samþykkja ályktunartillöguna gefa merki. Nei, við þurfum ekki að bíða. Við getum gengið til atkvæða á meðan. Er óskað eftir því að við bíðum með atkvæðagreiðsluna? Þá tökum við bara aftur stutt hlé. Leið á útsendri dagskrá. Þau sem að samþykkja tillöguna gefa merki. Já, þau sem á móti kunna vera. Hún er samþykkt með 13 greiddum atkvæðum, 2 borgarfulltrúar sitja hjá. Þá er komið að þriðja liður en áður en við göngum